Í 150 miljón kílómetra fjarlægð frá jörðinni stjarna sem nánast allt sem gerist á plánetun okkar háð. Við sjáum hana á hverjum degi. En venjulegt sólarljós sýnir aðeins lítinn hluta af því sem að gerast á yfirborði sólarinnar. Að baki björtudiskirum leynist allt annar heimur. Heimur plasma, segulsviða, risavaxina blikna og orkustrauma sem stöðugt stíga upp úr djúpi stjörnunnar út í geiminn. Og til að sjá þennan heim ekki nú að beina sjónoka einfaldlega að sólinni. Það nauðsynlegt að horfa á hann í ljósi sem mannlegt auga mun aldrei geta séð. Það nákvæmlega það sem Solar Dynamics Observatory, geimstjörnustöð NASA þekkt sem SDO, gerir. Mælitækið Atmospheric Imaging Assembly eða AIA fylgist með sólinni í nokkrum bylgjulengdum samtímis. Þótt sé þessu getur sama sólstífan litið gjörólík út eftir því hvaða hluta rafsegulrófsins við notum. Í sumum sviðum birtist tiltölulega kyrrlátt yfirborð fyrir framan okkur. Í öðrum breytist sólin í sjóðandi uppbyggingu úr rauðglóandi plasma. Rísastórir bogar rísa upp úr yfirborðinu. Dökk svæði birtast þar sem segulsviðið fer inn í ljósvolfið. Björt lykkjur afmarka segulsviðslínurnar. Og stundum blossa skyndilega upp heil svæði sólarinnar og varpa frá sér gríðarlegri orku. Þetta eru ekki myndir af sólinni í venjulegum skilningi. Þetta eru myndir sem búnar eru til úr geislun við mismunandi hitastig og eðlisfræðilegum ferlum. Og þess vegna leyfa þau okkur að skoða hegðun stjörnunar okkar miklu dýpra. SDO býr til myndir af sólinni með alltaf 4096 x 4096 pixla upplást og AIA fylgist með henni í nokkrum útfjólubláum og öfgafullum útfjólubláum geislunasviðum. Í venjulegri stillingu hægt að taka við myndum með aðeins nokkurra sekúndna millibíli. Fyrir áhorfandan þýðir þetta meira en bara ótrúleg smáatriði. Þetta þýðir hreyfing. Sólin hættir að líta út eins og kyrrstæð guldiskur. Það verður að kraftmiklu kerfi. Yfir nokkrar klukkustundir má sjá hvernig segulmagnaðir byggingar hreyfast, hvernig plasma flæðir eftir ósýnilegum segulínum, hvernig lykkjur breyta lögun og hvernig orka safnast smám saman fyrir í lofthjúpi stjörnunar. Og því betur sem við lítum, því undarlegri verður sólin. Því yfirborð þess aðeins upphafið. Það sem virðist vera mörg stjörnu í raun hluti af víðáttumiklum lofthjúpi sem teygir sig langt út í geiminn. Þar eiga sér stað sum öflugustu ferli alls sólkerfisins. Korónusólarinnar, ytri hluti lofthjúpsins, hefur hitastig upp á milljónir gráða. Þetta einn dularfyllsti eiginleiki stjörnunar okkar. Ljósflöturinn sem við skynjum sem sýnilegra yfirborðið mun kaldari. En fyrir ofan það hækkar hitastigið skyndilega. Hvers vegna lofthjúpur sólarinnar svona heitur? Hvernig flyst orka frá innri lögum stjörnu út í ytri lofthjúp hennar? Og hvernig tekur seðið þátt í þessu ferli? Svör við þessum spurningum fást ekki einfaldlega með því að horfa á sólina í sýnilegu ljósi. Þess vegna lítur SDO á þetta á mismunandi sviðum. Til dæmis gerir 193 angström rásinn þeir kleppt að fylgjast með geislun sem tengist heitu kórónaplasma og sumar aðrar rásir sýna gjör ólík hitastigsvæði sólarlofthjúpsins. Einstakt hitastigskóst fæst. Sama svæði getur litið gjör ólíkt út þegar farið úr einni bylgjulengd í aðra. Og þetta eitt af helstu einkennum SDO sem framkom. Við fáum ekki bara fallegri mynd, við fáum mismunandi efnisleg lag af einni stjörnu. Þar sem í einni sviðinu næstum tómt dimmt svæði, getur í hinnu birst flókin uppbygging af heitu plasma. Þar sem venjuleg mynd sýnir nánast ekkert óvenjulegt, getur útfjólublátt ljós leiti ljós gríðarstórt kerfi segullykkjur. Og meðan á blossi stendur getur kyrrlátt svæði breyst í eitt björtasta fyrirbærið á allri sóldiski á örfáu mínútum. Þetta sérstaklega mikilvægt vegna þess að sólin helst ekki sú sama. Segulsvið þess stöðugt að breytast. Inni í stjörnunni efnið í plasma ástandi og hreyfing hlaðinna agna tengd segulsviðum.
Þessi reitir geta snúist, teyktst og safnað orku. Þegar byggingin verður óstöðug getur uppsafnað orka losnað. Sólgós á sér stað. Á þessari stundu mikil geislun geisluð út í geiminn og stundum dreifast risavaxin plasmaský frá sólinni með henni. Fyrir sólina sjálfa gæti þetta aðeins verið einn þáttur í samfelldri virkni. Fyrir jörðina geta afleiðingarnar orðið mun alvarlegri. Örflæði agna og breytingar á segulsviði sólarinnar geta haft áhrif á geiminn nálagt jörðinni, gervihnött og samskiptakerfi. Þess vegna athugun á sólinni ekki bara tilraun til að skilja fjarlæga stjörnu. Þetta líka leið til að fylgjast með geimveðri. Og hér verður kosturinn við SDO sérstaklega mikilvægur. Stjörnustöðin getur fylgst með sólinni nánast stöðugt og fylgst með því hvernig uppbygging hennar breytist. NASA gefur til kynna að AIA taki við myndum í nokkrum EU-fabböndum með mikil tíðni sem gerir kleift að rannsóka þróun sólarvirkni nánast í rauntíma. Hver nýr rammi verður hluti af risastóri atburðarás. 100, 1000, milljónir mynda. Saman breytaðu sólinni í hreyfalegt kort. Og það einmitt í slíkum atburðarásum sem ferlar verða áberandi, sem ekki hægt að sjá á einu ljósmynd. Hægfara breytingar á segulbyggingu, plasmahreyfing, tilkoma nýrra virkra svæða, þróun sólgosa og skyndilegar orkuköst. En það áhrifamesta gerist þegar þessar myndir hraða sér. Það sem í raun tekur klukkustundir byrjar að gerast á nokkrum sekundum. Yfirborð sólarinnar byrjar að hreyfast. Plasma virðist flæða eftir ósýnilegum línum. Risastórar mannvirki birtast og hverfa. Björt blikk birtast skyndilega á bakgrunni risastórs disks og aðalatriðið verður augljóst. Sólin ekki lokun eldlag. Þetta risastór segulvél. Yfirborð þess stöðugt að breytast. Lofthjúpur þess í stöðugri hreyfingu og segulsvið þess tengir ferlin sem eiga sér stað á sólinni við geiminn langt handan við mörk stjörnunar sjálfrar. Og allt þetta að gerast núna, á meðan jörðin hreyfist á braut sinni, meðan dagur og nótt líða yfir okkur. Þó að við sjáum venjulegt sólarljós í 100 milljóna kílómetra fjarlægð, heldur plasmað áfram að hreyfast meðfram segulmögnunar byggingum stjörnunar. Ný virk svæði að koma fram, gamlir hverfa. Og stundum sendir sólin frá sér blikk sem í stuttan tíma breytir útliti stjörnunar algjörlega. En SDO sýnir fram á enn ótrúlegra. Það sem við köllum yfirborð sólarinnar ekki raunveruleg mörk. Það gríðarstórt andrúmsloft fyrir ofan það. Og því hærra sem við hækkunum, því meira breytist eðlisfræði þess sem að gerast. Þar verða segulsvið aðalhönnuðurinn á bakvið það sem að gerast. Þau mynda lykkjur. Þau halda plasmanu. Þau tengja saman fjarlæg svæði á yfirborði sólarinnar. Og stundum þessar mannvirki eyðilögðu. Og þá fær orkan sem hefur safnast upp í langan tíma tækifæri til að brjótast út. Það á þessari stundu sem sólin sýnir sinn sanna nátt. En sólgos aðeins einn hluti af þessari mynd. Sólin fær að skapa mannvirki sem miklu stærri en jörðin sjálf. Risavaxnar lykkjur af heitu plasma geta risið upp úr yfirborðinu og verið haldnar af segulsviðinu. Í sumum tilfellum vara þær í klukkustundir eða jafnvel daga og breytast smám saman undir áhrifum hreyfingar plasma og segulsviða. Á myndum SDO líta þessar mannvirki næstum óraunveruleg út. Þau beygja sig yfir sóldiskinn og mynda boga sem geta teygst í 100.000 kílómetra. En þetta ekki fastir hlutir. Plasma hangir ekki bara í loftinu. Það hreyfist eftir segulínum og uppbyggingin sjálf stöðugt endurbyggð.
Stundum verða þessar lykkjur sérstaklega bjartar. Þetta gerist vegna þess að heita plasmað byrjar að gefa frá sér geislun á ákveðnum útfjórbláum geislum, sem eru viðkvæm fyrir SDO mælitækjum. Þess vegna eru umskipti milli mismunandi bylgjulengdar svo mikilvæg. Hver rás sýnir okkur mismunandi hitastig. Annað lag lofthjúpsins, annað líkamlega ferlið. Ef þú horfir aðeins á eitt svið, þá er hluti sögunar óhákvæmilega fallinn. En þegar fleiri en ein svið eru sett saman, fæst mun heildstæðari mynd. Við byrjum að sjá hvernig orka ferðast lofthjúp sólarinnar. Og hér birtist ein af stærstu ráðgátum sólarfræðinnar. Af hverju er krónan svona heit? Þetta kann að virðast þversagnakennt. Inni í sólinni er orku uppsprata hennar, kjarnasamruni, sem á sér stað djúpt í stjörnunni. En hitastig ytri krónunar nær milljónum gráða. En sýnilega yfirborðið er mun kaldara. Venjuleg varmaflutningur skýrir ekki alla myndina. Þess vegna íhuga vísindamenn nokkra ferla sem tengjast segulsviðum og hreyfingu plasma. Einn af mögulegum ferlum eru litlar og fjölmargar orkulósanir sem eiga sér stað mun oftar en stórir blossar. Aðrar skýringar tengjast bylgjum sem breiðast út í segulmagnaðri plasma. SDO býður ekki upp á eina einfalda lausn á þessu vandamáli, en það gerir þér kleift að fylgjast með smáatriðum sem án þeirra er ómögulegt að athuga svipaðar gerðir. Og því hærri sem gæðin sem metin eru, því fleiri spurningar vakna. Til dæmis geta litlar byggingar skyndilega orðið bjartari. Fínar segullykkjur geta komið fram á svæðum sem áður virtust tiltölulega róleg. Og sum ferli gerast svo hratt að nokkrar mínútur á athugan geta sýnt fram á algjöra endurskipulagningu á lofthjúpi sólarinnar. Þetta sést sérstaklega vel á virkum tímabilum. Svæði birtast á sólinni þar sem segulsviðið verður sérstaklega flótið. Slík svæði eru kölluð virk. Það er hér sem sólblettir, blossar og aðrar birtingarmyndir segulvirkni eiga sér oft stað. Sólblettir sjálfir virðast dökkir aðeins vegna þess að þeir eru kaldari en ljóshólfið í kring. En dökkt útlit þeirra hylur afar sterk segulsvið. Og ef slíkt svæði er skoðað í útfjólubláu ljósi, verður uppbygging þess gjör ólík. Björt lykkjur geta birst í kringum það. Plasmaði byrjar að hreyfast eftir segullingnunum. Svæði með eikinni hitastigi birtast og stundum er allt kerfið skyndilega endurbyggt. Þetta er ein af þeim stundum þegar myndaröð verður miklu verðmætari en einn rammi. Einn mynd sýnir ástandið, myndasería sýnir ferlið og ferlið er nákvæmlega það sem þarf til að skilja sólina, vegna þess að sólvirkni ræðist ekki aðeins af staðsetningu segulsviðsins. Það skiptir líka máli hvernig það breytist með tímanum. Sólin snýst, plasma hreyfist, mismunandi lög stjörnunar snúast á mismunandi hraða. Þessi ferli afmynda segulsvið smám saman. Og þar af leiðandi getur orka safnast fyrir í krónunni. Stundum leiðir þetta til segulmagnaðar endurtengingu. Við endurtengingu segulsviðsins eru segulsviðslínurnar endurraðaðar og uppsafnað orka umbreytist í hreyfingu agna, hita og geislun. Þetta er eitt af lykilferlunum sem tengjast sólgosum. Á SDO-myndum getur það birst sem hratt breyting á birtu og uppbyggingu virka svæðisins. Fyrst birtist lítið bjart svæði. Þá stakkar það hratt. Segulmagnaðar uppbyggingar byrja að breytast í kringum það og á örfáu mínútum breytist kyrtlátt svæði sólarinnar í afar virkt svæði. En jafnvel öflugustu blikkljósin eru ekki alltaf eins. Sumum fylgir útkast úr kransaðavegi. Aðrar eiga sér stað án þess að plasma sé losað í stórum stíl út í geiminn milli reikistjarnanna. Þessi munur skiptir miklu máli. Vegna þess að blossin og útskot kórónamassa eru skyld en ekki eins fyrirbæri. Flassið er fyrst og fremst öflug rafsegulgeislun. Massaútskot kórónu er risavaksu ský af plasma og segulsviði sem geti yfirgefið sólkórónu og ferðast í gegnum sólkerfið okkar. Ef slík útblastur beinist að jörðinni, byrjar allt önnur saga.
Skýið getur breyst út geiminn milli reikistjarnanna á hraða sem nemur hundruðum eða jafnvel þúsundum kílómetra á sekundu. Og ef það nær til jarðar, getur víxverkun við segulfólfa reikistjarnunar valdið jarðsegulstormi. Ein frægasta afleiðingin norðurljósin. En á bak við fallegan ljóma himinsins eru alveg raunveruleg líkamleg ferli. Latnar agnir hafa samskipti við segulsvið jarðar og lofthjúpin. Rafstraumar myndast. Ástand efrilaga lofthjúpsins að breytast. Og við sérstaklega sterka atburli getur geimveður haft áhrif á tæknilega innviði. Gerfinettir, leiðsögukerfi, útvarpssamskipti. Orkunet. Þess vegna hafa SDO-myndir þýðingu sem fer langt út fyrir grunnvísindi. Þau hjálpa til við að rekja uppruna geimveðurs. Við sjáum hvar virka svæðið myndast. Við getum fylgst með hvernig þetta þróast. Við getum lagað flassið og við getum borið saman atburði sólarinnar við það sem að gerast í geimnum nálægt jörðu. Í þessum skilningi virkar SDO ekki aðeins sem myndavið. Þetta kerfi stöðugrar athugunar á stjörnunni sem staðsett í miðju sólkerfisins okkar og því lengur sem athugunarnar halda áfram, því verðmætara verður uppsafnaða skjalasafnið. Sólin gengur í gegnum virknihringrásir. Fjöldi sólbletta og styrkleiki sumra þeirra breytist með tímanum. Þess vegna gerir gagnaflæði yfir mörg ár það mögulegt að rannsóka sólina ekki sem eina stund, heldur sem stöðugt breytilegt kerfi. Það hér sem annar mikilvægur þáttur þessara athugunara kemur fram. Sólin getur litið gjörólík út á mismunandi tímabilum sólarhringsins. Kjarlat árir eru skipt út fyrir virkari ár. Fjöldi stóra virkra svæða breytilegur. Fjöldi blikka eykst eða minnkar. Uppbygging krónunar að breytast og segulsvið stjörnunar gengst undir miklar breytingar. Þess vegna geta myndir teknar á mismunandi árum litið út eins og mismunandi stjörnur séu fyrir framan okkur. En það samt sami hluturinn, sama stjörnan, sama yfirborðið, bara annað stig segulmagnaðar lífshennar. Og þegar slíkar myndir eru sameinaðar í eina röð, verður áberandi hversu kraftmikil sólin Við fyrstu sýn virðist það stöðugt, en á tímakvarða frá sekundum upp í ár andrumsloftið stöðugt að breytast. Heitt plasma stígur upp, segullykkjur myndast og eyðileggjast, virk svæði snúast með sólinni, útbrot eiga sér skyndilega. Og orkan heldur áfram að streyma út í geiminn. Og allt þetta gerist á stjörnu sem ákvarðar skilyrði fyrir tilvist plánetunar okkar. En það önnur ástæða fyrir því að SDO-myndir eru svo óvenjulegar. Þau gera okkur kleift að sjá meira en bara lögun lofthjúps sólarinnar. Þau gera þér kleift að sjá uppbyggingu þess við mismunandi hitastig. Og þegar þessar myndir eru lagðar hver ofan á aðra, birtist marglaga sól. Köld svæði, heitari svæði, mjög heit krónu, segullykkjur, virk svæði og plasmað sem hreyfist á milli þeirra. Þetta næstum því kort af hinni ósýnilegu sól. Mynd sem ekki hægt að fá með mannlegri sjón. Vegna þess að mannsaugað sér aðeins mjög lítinn hluta rafsegulrófsins. Megnið af þeim upplýsingum sem sólgeislun ber með sér ósýnilegt fyrir okkur. SDO víkkar þetta svið. Og þess vegna birtist stjarnan sem mannkunnið hefur fylgst með í þúsundir ára skyndilega frá alveg nýrri hlið. Við sjáum hana ekki eins og hún birtist frá jörðinni. Við sjáum það eins og það innan mismunandi geislunarsviða. Og því lengur sem SDO fylgist með, því stærra verður þetta ósýnilega skjalasafn. Hver mynd sýnir ástand sólarinnar. Hver röð sýnir breytingu. Og milljónir slíkra athugana breytast smá saman í eina ítarlegustu sögu hegðun stjörnu okkar. Og meðal allra þessara ferla eitt sem sýnir sérstaklega vel hversu öflugt sólarlofthjúpurinn getur verið. Þetta kransæðagöt. Þrátt fyrir nafnið þetta ekki raunveruleg holur í sólinni. Þetta svæði í kólunu þar sem plasma hefur lægri eðlisþyngd og segulsvið leyfa sólvindinum að komast auðveldlegar inn í geiminn milli reikistjörnanna.
Á myndum í sumum útfjólbláum geislum líta slík svæði mun dekkri út en kóróna geimsins í kring. En þetta myrkur þýðir ekki fjarveru virkni. Þvert á móti, það frá slíkum svæðum sem hraður sólvindurinn getur upprunnið. Streymar hlaðina agna yfirgefa stöðugt efri lög lofthjúps sólarinnar og dreifast allt sólkerfið. Við eðlilegar aðstæður þessi flæði tiltölulega stöðugt, en þegar uppbygging kórónu breytist, þá breytist eðli sólvindsins einnig. Og þá verður rýmið milli sólarinnar og reikistjarnanna framhald af sólarlofthjúpi. Þetta ein af ástæðunum fyrir því að mörk sólarinnar enda ekki þar sem sýnilegi diskurinn hennar endar. Áhrif stjörnunar ná langt út fyrir braut jarðar. Sólvindurinn færist út á við, segulsviðið berst út ásamt plasmana og að lokum myndast gríðarstórt svæði í geimnum sem kallast sólhólfið. Það umlykur reikistjarnunar og einstök skel sem mynduð af sólvindinum og segulsviði sólarinnar. Handan við það byrjar milligeimninlinn og Voyager tæki hafa þegar farið yfir mörk sólhimnu og halda áfram að senda gögn úr geimnum þar sem áhrif sólarinnar verða mun veikari. Ótrúleg tenging fæst. SDO fylgist með myndun og hreyfingu ferla nálagt sólinni. Voyager rannsakar áliðingar tilvistar þessara stjörnu í mikilri fjarlægð frá henni og á milli þeirra allt sólkerfin. Ein samfelld keðja eðlisfræðilegra ferla liggur frá yfirborði sólarinnar af fjarlægustu sveiðum sólhólfsins. Og þetta byrjar allt með segulsvili stjörnunar. En jafnvel hér margir óþekktir þættir. Vegna þessa segulsvið sólarinnar afar flókið. Línur hans stöðugt á hreyfingu. Sumar mannvirki stöðugar. Aðrir aðeins til staðar í nokkrar mínútur. Stundum birtast lítil segulsvið hvert við hlíðina á öðru, hafa samskipti og hverfa. Aðrir geta enst miklu lengur og orðið uppspretta öflugrar virkni. Fyrir vísindamenn ekki bara flassið sjálft mikilvægt. Það mikilvægt að skilja hvað gerðist rétt á undan henni. Hvaða breytingar urðu á segulbyggingu? Hversu fljótt gerðust þau? Hvar nákvæmlega safnaðist orkan saman? Hvers vegna helst eitt virkt svæði tiltölulega rólegt en hitt verður skyndilega uppspretta af öflugasta atburðarins? Þetta spurningarnar sem gera stöðugar athuganir svo verðmætar. En það aðeins ein mynd eftir flassið, þá hluti uppblóðana þegar glataður. En ef sjónákin fylgdist með svæðið fyrir, á meðan og eftir atburðin, mögulegt að endurheimta röð breytingana. Þú getur séð hvernig kerfið þróaðist, hvernig seglulukkjur breyttu lögun, hvernig breytist plasmahítastigið, hvernig blikkið birtist og hvernig sólríka andrúmsloftið sneri aftur í sitt nýja ástand. Þetta ekki lengur ljósmynd. Þetta upptaka af líkamlegu ferli. Og því hærri sem tímauppljósnin því fleiri upplýsingar verða tiltakar. Sumar breytingar eiga sér stað svo hratt að skynjun manna getur einfaldlega ekki tekið eftir þeim án þess að hraða eða hægja á sjónrænum atriðin. En SDO-gögn gera okkur kleift að rannsaka þessi ferli ramma fyrir ramma. Og þá verða stuttir atburðir sýnilegir sem annars hefðu auðveldlega farið framhjá. Lítil blikk, hraðar plasmaútblástur. Bölgjur sem breiðast út í gegnum krúnuna, skarpar breytingar á birtustigi og hreyfing efnis eftir segullínunum. Hvert slíkt ferli hluti af risavöxnu orkukerfi. Plasma hreyfist, segulsviðið stýrir því. Orka umbreytist, geislun fer út í geiminn og hluti þessara geislunar nær til jarðar það bil 8 mínútum eftir að hún yfirgefur yfirborð sólarinnar. Þetta þýðir að þegar við sjáum sólgos þá sjáum við atburð sem hefur þegar átt sér stað. Sólin svo langt í burtu að jafnvel jörðin þarf tíma til að yfirstíga fjarlægðina milli heimanna tveggja. Og ef við að tala losun hlaðina agna, þá staðan allt önnur. Þau þurfa miklu meiri tíma. Stundum klukkustundir, stundum dagar, fer eftir hraða og stefnu hreyfingarinnar.
Þess vegna gerir athugun á sólinni þá ekki aðeins kleift að rannsaka fortíð hennar. Það hjálpar til við að áætla hvað geti gerst í geimnum nálægt jörðu í náninni framtíð. Það er hér sem vísindalegar athuganir breytast í viðvörunarkerfi. Þegar öflugur atburður á sér stað á sólinni, greina sérfræðingar einkennin hans. Hversu sterkt var flassið? Var til staðar útkast af kranshæðamassa? Í hvaða átt er hann að hreyfa sig? Hvað er hraði egosins? Hver er uppbygging segulsviðsins inni í útkastinu? Svörin við þessum spurningum hjálpa til við að meta líkurnar á árekstrum á jörðina. En sólin varar okkur ekki alltaf við stórviðburðum. Stundum eru áhugaverðustu ferlarnir mun minni í sniðum. Lítil breytingar eiga sér stöðugt stað á yfirborðinu og í krónunni. Þau geta verið nestum ósýnileg á einstökum römmum. En ef þú fylgist stöðugt með sólinni, þá verða slíkir atburðir hluti af heildarmyndinni. Og það er hér sem hið risavaxna skjalasafn SDO öðlast sérstakt gildi. Þegar rannsakandi fær gögn í mörg ár, getur hann leitað að mynstrum. Hvaða tegundir mannvirkja eru líklegri til að koma upp áður en faraldurs fer fram? Hvaða breytingar á segulsviðinu eiga sér stað áður en óstöðuleiki myndast? Hvaða ferli fylgja upphítun krónu? Hvernig hegða virksvæði sér allan tíman sem þau eru til? Sum svör eru þegar þekkt, en margar spurningar eru enn opnar. Og þetta er eitt mikilvægasti eiginleiki nútíma sólarfræði. Við getum fengið myndir sem líta ótrúlega nákvæmar út. Við getum fylgst með ferlum nánast í rauntíma. Við getum mælt hitastig, hreyfingu og geislun plasmasins. En jafnvel með þessu gagnamagni er sólin samt ærum að koma á óvart. Vegna þess að þetta er ekki einföld kúla af rauðglóandi gasi. Þetta er risavaxið plasmakerfi, þar sem segulsvið tengir saman ferli á mismunandi skala. Lítil uppbygging getur verið hluti af mun stærri segulmagnarri stillingu. Staðbundin breyting getur verið upphaf atburðar sem mun breiðast langt út í lofthjúp stjörnunnar. Og þegar SDO beinir mælitækjum sínum að virka svæðinu, kemur í ljós að það er ekki bara bjartur blettur fyrir framan okkur. Við sjáum hnút í risastóru orkukerfi. Í kringum það hreyfist plasma eftir segullínum. Heitar lylgjur myndast að ofan. Björt svæði birtast á sumum sviðum. Í öðrum eru dökkar mannvirki og allt saman er stöðugt að breytast. Þess vegna líta sumar af áhrifamestu myndunum af sólinni nestum út eins og abstrakt málverk. En hver lína og hver breyting á birtu tengist raunveruvegri eðlisfræði. Litirnir sem við sjáum í slíkum myndum eru oft hefðbundnir. Þau eru notuð svo að mannsauga geti greint geislun á mismunandi sviðum. Upplýsingar hitastig og ástand plasmans eru faldar á bakvið hvern skugga. Þess vegna er falleg mynd samtímis vísindaleg gögn. Þetta er kort, greiningar og taka upp atburði. Og þegar slíkar myndir eru settar saman í risastórar tímaraðir, byrjar sólin að líta gjörólík út. Þetta lítur ekki lengur út eins og kyrrstæður diskur. Þetta verður að lifandi kerfi sem er stöðugt að breytast. Nýjar byggingar eru að koma fram á sumum svæðum. Hjá öðrum hverfa þeir. Plasmaði rís og fellur. Segullykkjur birtast, beygja sig og brotna. Og stundum springur allt kerfið skillilega í björgun. Og þá verður sérstaklega ljóst hversu mikil orka er stöðugt falin í lofthjúpi stjörnunar okkar. En það er enn umfangsmeiri ferli í gangi. Sólin skapar ekki aðeins einstaka blossa og útblástur. Það fer í gegnum sinn eigin segulhringrás. Á það bil 11 ára fresti breytist sólvirkni úr tiltölulega rólegu tímabili í hámark og minnkar síðan aftur. Á sama tíma er segulsvið sólarinnar að gangast undir mun meiri endurskipulagningu. Pólun segulsviðsins breytist, fjöldi virkra svæða eykst og minnkar.
og allt andrúmsloft stjörnunar breytir smám saman eðli sitt. Fyrir SDO þýðir þetta að stjörnustöðin fylgist með fleiri en einu sól. Hún fylgist með mismunandi ástandi sömu stjörnunar. Og árum síðar verða þessar athuganir sérstaklega verðmættar, því aðeins langtíma eftirlit gerir þér kleift að sjá allar breytingar. Það sem virðist vera tilviljunskennda atburður einn daginn getur reynst vera hluti af ákveðinni hringrás nokkrum árum síðar. Og það er hér sem eitt af aðalmarkmiðum SDO sem mældur var starfsett. Ekki bara til að fá áhrifaríkar myndir og skilja hvernig stjarnan virkar sem planetan okkar háð, vegna þess að sólin ræður ekki aðeins ljósi og hita á yfirborði jarðar. Það stjörnar umhverfi geimsins í kringum okkur. Og á meðan mannkynið smíðar sífellt flóknari gervinetti, samskiptakerfi og leiðsögunett, þá verður háð okkar á kyrrlótum geimnum sífellt meiri. Þess vegna verður hæfni til að fylgjast með sólinni í minnstu smáatriðum sífellt mikilvægari. Og hver ný rammi hjálpar til við að fylla annan hluta af hinni rísastóru mynd. Myndir af stjörnu sem mannkynið hefur þekkt frá örófi alda, en sem fyrst núna farin að sjást í alvöru.